já, nú upptaka farin í gang. Og þetta spurning sem ég fékk, sem sagt bara í rauninni svona almennt, hvernig maður leysir þessi dæmi, þar sem að við okkur gefin jafnvægisfasti í einhverjum efnahvörfum og þau til samans eiga að búa til þetta hér. Og þetta auðvitað eins og var á þessu prófi sem að ég gerði upptöku af í gær, þar sem að var svona dæmi, ef þetta kannski við svona fleiri efni, en þá það alltaf þetta sama að þegar við gerum breytingu hér, ef við þurfum að margfalda þetta með 2, þá myndi maður þurfa að setja þetta í annað veldi. Þannig þetta var það sem ég fór í gegnum í gær, hvaða aðgerðir þarf sko að gera með jafnvægisfasta. En bara svona að fara í gegnum það sem við þurfum að hafa í huga að skoða hvert efni fyrir sig og finna sko þetta hverju sem ég vil fá út úr þessum og það bara einu stað, koparhydróxíð, það ekkert í hinum jöfnunum, þannig að þá getum við bara passað að það sé hvarvetnamegin og með sama stöðu. Þannig að við þurfum ekki að breyta neinu hér, þannig að þetta bara óbreytt. Og þar með náttúrulega jafnvægisfasti líka. Erum við síðan með ammoníumjónina, NH4+. Hún hvarvetnamegin og við erum með 2, en hún bara á einum stað í þessum 3 hvörfum og hún hér myndefnamegin og bara með stöðuvinni. Þannig að við þurfum að koma henni hingað og passa sér 2 fyrir framan. Þannig að myndum við fyrsta lagi þurfa að snúa og í öðru lagi sem sagt að margfalda með 2. Og ef maður gerir það, þá þarf maður að breyta þessu á sama hátt með því að segja að þetta verði 1 á móti 1,8 sem 10 mínus 5. Það þegar við snúum hvar við þá þarf maður að deila með jafnvægisfastanum. Það verður 1 á móti jafnvægisfastanum. En svo erum við líka með annað veldi, sem þýðir það að við setjum síðan þetta í annað veldi. Þannig þá maður komið með þennan jafnvægisfasta á rétt form. Svo getum við reiknað út úr þessu hreinlega til að fá út eitthvað gildi eða bara setja þetta óbreytt inn í jöfnuna á eftir. Og að lokum var það þetta NH3 hér. Það í 2 jöfnum, sem sagt það og það Þannig að venjulega reyni ég að komast hjá því að vera eitthvað að stilla jöfnum með þetta í huga. En hins vegar kopar með þessum ammóníaki í, það bara hér. Þannig að þá myndum við bara þurfa að setja þetta sem myndefnamegin, að það þarf að færa þetta þá myndefnamegin til að þetta gangi. En hins vegar erum við með rétta stöðunin 1 á móti 1. Þannig að þarf bara að snúa, sem þýðir að við tökum þetta hér og þurfum bara að setja það undir jafnvægismerkið. En ekki að setja neitt velda, því við erum ekki að margfalda neitt. Og þegar maður búinn að þessu, þá eins og ég sagði líka þetta heimastæðu, þá alveg nóg að margfalda þetta saman til að fá fastan. En með það í huga að þið eruð í heimaprófi og það svona meira lagt upp úr kannski að sýna útreikninga að þá ágætt að gefa sér tíma í að skrifa þetta upp aftur. Það bara spurning með pláss. Ég geri það nú bara samt. Að þá ég með kopar, OH2, þetta var óbreytt, kopar 2+, +2, OH-, og fáum við að K1 var sama sem 4,8 sem 10 mínus 20. Síðan erum við með þetta margföldu með 2 og snúum, þannig að fáum við það 2 NH4+, +2
OH mínus. Hérna ég nú að gleyma þetta sem þetta AQ og AQ. Og þetta gefur 2 NH3 og 2 H2O. Og ég var búin að reikna út úr þessu að ef ég reikna þessa þarna tölu þá hún 3,09 sinnum 10 veldinu og það var 9. Þannig að þetta bara því ég er búin að stinga þessu hérna inn í reiknivél. Og að lokum þá sneri ég þessu bara við, þannig að hérna þá kopar pluss 4 ammoniak sem að gefur kopar og svo þetta hérna NH3, 4, 2 pluss. Það þá væntanlega komið. Og síðan það þá að hreinlega að finna hérna það sem að maður ætla að fá út, hvort að það sé ekki örugglega til staðar. Koparhydróxíð. Hérna erum við með NH4 pluss 2 og það hér. Svo erum við með 2 NH3 og hérna erum við með NH3 og hérna erum við með NH3. En það eru 2 hérna móti 4. Þannig að þessir hérna 2, þeir styttast út af móti 2 hér. Þannig að það verða 2 eftir sem nákvæmlega það sem að hérna í lokajöfnunni. Og út úr þessu kemur þá þetta hér, koparammoniak eða hvað þetta heitir, pluss 2 H2O sem eru hérna. En hin efnin þessu öll að styttast út sem kopar, það styttist út og hérna 2 OH mínus hér og hér. Þannig að þessi efni hérna, þessi hérna jafnvel kemur út þegar ég myndi skrifa þetta hérna fyrir neðan. Fyrir þetta síðasta dæmi, K3, ef að ég reikna út úr þessu hérna þá fæ ég 5 sinnum 10 í, hvað var það, 12. 5 sinnum 10 veldinu 12. Og það sem þurfum bara að passa ykkur á þegar þið eruð að finna hver þá jafnvægisfastinn hér fyrir þetta hérna hvarf, segjum bara það sem K4, að það væri þá K1 sinnum K2 sinnum K3 og þá ég auðvitað að tala ég get gert hérna bara merkt eða eitthvað, að ég auðvitað að tala eftir breytingu eða í þessum nýju jöfnum sem auðvitað óbreytt hér, breytt hérna. Þannig að þegar þið margfaldi þetta hérna saman, þá myndi koma út úr þessu, það kom 742 og svo erum við alltaf með þetta gamla góða að þetta bara einn marktækur stafur hér. Það voru bara með 2 sinnum 10 fyrir mínus 13. Þannig að maður myndi skila þessu bara sem 7 sinnum 10 veldinu öðru. Af því að við megum bara vera með einn marktækar staf. Og þið eru farin að þekka það við okkur hérna í efnafræði að það alltaf svona aðeins verið að fylgjast með því. Þannig að hérna myndi maður allavega alls ekki vilja fá alla reiknivélina, allan skjáin. Þetta eru þó þessi dæmi, þarna þetta bara að vera með aðferðir að hreinu. Og síðan alltaf ágætt fyrir vor þegar við erum að taka stúdentspróf líka úr 5. kaflanum, að þá náttúrulega þetta alveg nákvæmlega sama og hest með delta H. Og þá erum maður að margfalda með 2 og setja plús og mínus sem maður að snúa efnafræðinu. Sama pælingin og þá leggur maður saman sem sagt plús og plús á milli. Þannig að þið þurfum bara að hafa það í huga að núna þetta margfaldun. Þetta fer sem sagt í veldi ef maður margfaldar og einn á móti ef maður snýr við. Og svo bara og síðan rúlið áfram. Þetta var þá svona dæmi. Eru þið með eitthvað sérstaklega sem þið viljið að ég taki fyrir? Eitthvað sérstaklega dæmi eða hugtak eða eitthvað slíkt? Annars ég alveg með eitthvað dæmi sem ég get farið í gegnum. Ég fékk þessa tölvupóst frá einu nemanda
sem að bað mig sko á þess að vera með neitt spesifískt, en var að nefndi fasabreitingar, gufuþrýsting, svo var það kafli, þetta dæmi hér sem ég hef búin að taka, og svo var svona spurning hvenær gerir maður -6 og +6, þarna í þessum dæmum í 15. kafla. Þannig að ef að þið eruð ekkert með einhverja spurningu akkurat núna, þá get ég byrjað og farið í gegnum aðeins fasabreitingar og orku sem tengist þeim. Eru þið sátt við það? Ragnheiður. Já. Hvenær sameindin samhvarf? Já, eins og í 9. kafla. Já. Við skulum skoða það. Sjáum hér. Náttúrulega ég auðvitað að taka þetta upp þannig að ef þið viljið eitthvað glósa þá getur alltaf gert það líka eftir á. Svona. En samhverf sameind það sko, það í rauninni tvær týpur af samhverfum sameindum. Annars vegar það ef að við erum með þessa lögun, við vorum með einhverjar lögun þar sem að við erum með línuleg, þríhyrnd, ferflötungur, svo vorum við með 6 flötungur það ekki og 8 flötungur. Þetta voru þessi form sem var farið í þarna í 9. kafla. Ef við erum með línulega sameind, þá gætum við verið með efni eins og CO2, þar sem við erum með C sem að tengja síðan 2 O-atómum. Svona. Þessi sameind samhverf af því að maður getur alltaf litið svo á að ef við erum með skaututengi, þá náttúrulega skiptir máli að það eru verið að toga jafnfast í báðar áttir. Og samhverf sameind þýðir það alltaf að svona viðrar styttast út. Og öll þessi form, þau geta gefið okkur, ég þurfti að gera þetta fyrir línulega. Annars get ég bara gert þessu til dæmis bór sem tengist 3 flúoratómum. Þetta samhverf sameind. Þegar það togað jafn langt í allar áttir, að þá myndum við segja að allar sameindir sem eru með grunnformin, þetta getur verið með kolefni sem tengist 2 flúorum og ég geri vísvitandi nota í flúor af því að ég að hugsa að tengi sér skauta líka. Það skiptir máli að við erum að fá skautaða sameind, þá skiptir þetta líka máli að þið séum að skautu tengi. Hérna myndi líka styttast út, allir viðrandi hver á móti öðrum. Þannig að þetta samhverft. Og síðan fyrir 6 flötunginn þá erum við hér, flúor, ég getur haft þetta bara til dæmis bróm. Nú ég kannski bara búið til eitthvað efni sem kannski ekkert endilega til. En hérna vorum við að tala einhver efni þar sem við erum með 5 tengi og þessi styttist á móti þessum og þessi stytta hvort annað út eins og þessi hérna. Þannig að þetta bara eins og við tækjum þessa sameind og settum hana hérna hlið. Þannig að það alltaf það að kraftarnir þeir styttast út fyrir á móti öðru og svo það náttúrulega afturflötungur að lokum. þar sem að var eitthvað dæmi þarna segir bara jóð og svo erum við með 6 flúoratóm. Þetta í plani. Þannig að hérna lít ég svo á að þetta eins og ég sé með blaðsíðu og ég að setja hana hérna upp á töflunni. Þannig ég með sko flúor og flúor þessi tengi hér eru bara í töfluplaninu sem við segjum. En svo kemur hérna með blaðsíðu þar sem að þessi hérna fara annað inn í planið eða út úr planinu. Þetta hérna eru allt samhverfa sameindir og
og að því að vigrarnir styttast út hver á móti öðrum. Leið og ég hins vegar geri eitthvað sem breytir þessu, eins og til dæmis að vera með O, C, S, þá ég komin með ósamhverfa sameind af því að ég ekkert lengur með sömu efnin þetta sitt hvor megin. Þannig að myndum við vera með einhvern stóra vigra hér og síðan lítinn vigra hér. Þannig að þetta styttist ekki hvert á móti öðru. Þannig að þetta væri ósamhverft, en þetta samhverft. Sama náttúrulega ef að ég myndi breyta þessu ég ætla að gera það fyrir sérmynd, segjum ég sé með H og síðan flúor, þá líka búið að eyðileggja samhverfuna hér. Og ef þetta væri rafeindapar, þá myndi náttúrulega ekki passa að það væri þetta í rauninni litur, þá ég ekki lengur með samhverfu, af því það ekkert sem að togar á móti. Þannig að getur sagt að öll svona frávik frá þessum grunnmyndum, þar sem að við að öll atómi sem tengjast miðjuatóminu eru eins, allt flúor eða súrefni eða eitthvað, þá við með samhverfa sameind. Leið að við komin með rafeindapar, þá yfirleitt búið að eyðileggja samhverfuna. Þannig að og eins fyrir þetta hér, ef ég myndi setja rafeind hér, þá við komin með ósamhverfa sameind. Eina sem maður þarf að hafa í huga, að ef ég með 3 rafeindapör í staðinn fyrir tengin, þá auðvitað við komin með samhverfa sameind hér líka. Þetta kannski orðið óþarflega djúpt. Og svo dæmi sem ég tók í prófinu, 2019 prófinu, þá vorum við með efni sem var 6-fötungur, nema við vorum með eitt af hvað heitir aftur, rafeindasvæðunum var ótengt rafeindapar og þá við búin að eyðileggja samhverfuna og við erum komið ósamhverfa sameind. Þannig að öll frávik frá þessum grunnformum, það myndi gefa ósamhverfa sameind, svona alla jafna. En svo munið náttúrulega líka að tengin þurfa að vera skautuð til þess að það skipti máli með hvort að sameind sé samhverf eða ósamhverf. En ég veit að þetta náttúrulega pínulítið svona kannski aðalega upp á þrívíddina. Og það ekkert öllum sem finnst þetta mjög þægilegt að sjá út þessa mynd eins og ég sé hana. Kannski að því það ég sem að teikna hana. En það ágætt að hafa það líka í huga að samhverfa felst líka í því að vera með sitt hvort atómið sem tengist miðjuatóminu. Þá við náttúrulega ekkert með sömu rafdregnina hjá brennisteini eins og súrefni. Þannig að þetta svona, í grunninn við alltaf að hugsa vigra sem annarkvort styttast út og þá sameindin óskötuð eða þá að þeir styttast ekki út. Og þá hún ósamhverf og skautuð. Þetta nóg í bili? Já, takk. Ókei. Eitthvað annað sem þið viljið spyrja? Nú, það ekki hérna. Svona. Ég ætla þessi bara rétt núna út af þessari spurningu í sambandi við +6 og -6. Þá ætla ég bara rétt að svara því í stuttu máli meðan þið hugsið eitthvað sem þið vilja ég fara í gegnum. Og það einfaldlega það þegar við erum í 15. kafla með dæmi þar sem við erum með A + B verður kannski, segjum bara 2C. Já, segjum bara 3 bara til að hafa eitthvað svona einhverja stuðla líka. Og við setjum dæmin alltaf sem upphaf, breytingur og jafnvægi. Að hafa í huga hér að þetta eru náttúrulega hvarfefni. Við með myndefni.
Yfirleitt fyrir þessi dæmi alltaf þannig að þið fáið gemis einhvern styrk eða þrýsting hér. Þannig við erum kannski með 1 mólar og 4 mólar og alltaf 0 nema annars tekið fram fyrir myndefnið. Og svo það bara alltaf þannig að þið gerið mínus, að þið dragið frá hvarfefnunum og leggið við myndefnið. Allavega í þessu dæmi, þar sem verið að gefa uppástyrki hér, ef ég væri við dæmi þar sem ég gæfi styrk hérna og 0 hér, þá myndi efnahvarfið þurfa að gangi hin áttina og þá væri mínus hér og plús hér. En ég held að svona í öllum dæmum sem við erum að fara í gegnum, þá erum við að tala það að þegar efnahvarfið fer í gang að jafnvægi, þá setjið alltaf mínus hvarfefnamegin, en passið ykkur náttúrulega að stuðlarnir þurfa að fylgja með. Þannig að hérna værum við með plus 2x. Og þá væri hérna jafnvægis styrkurinn 4 mínus 3x og 2x. Og svo færi þetta upp í jöfnu náttúrulega þar sem að KC væri sama sem C í öðru veldi, A og B í þriðja, eða einfaldlega 2x í öðru, deilt með 1,0 mínus x, 4,0 mínus 3x og það væri í þriðja veldi. Og þetta náttúrulega ekki svona jafna sem að þið komið til með að þurfa að leysa með 3 hér. Við pössum okkur að þið fáið aldrei annan heldur en annars stigs jöfnu til að leysa. En þetta allavega svona uppsetningir á þessum dæmum. Og passa hérna eins og ég er búin að segja áður, ef að þið fáið 2x í öðru, að passa ykkur á því að þið fáið þá út 4x í öðru, en ekki 2x í öðru sem mjög algengt bara að gleyma sér að gera. Så þetta, það sé þá ekki meira þetta að segja. Og alltaf bara með það í huga að svo auðvelt að spila þetta aftur að því að taka upp, þá ég svona ófeimin við að stroka út. Hvað eitthvað sko, það náttúrulega lengst síðan við fórum í hérna 11. kafla. Þetta var sem sagt bara örlítið í 9. Við erum aðal að leita hans sem undirstöðu undir 11. 11. kafli, þetta var millisameindakraftana. Og hérna ég legg aftur áherslu á það að lagt talsvert mikið upp úr útskýringum. Sem sagt að útskýra af hverju röð til dæmis eftir suðumarki eða gufuþrýstingu af hverju hún þessi, út frá því að þessi kraftur sterkar heldur en hinn og eitthvað slíkt. Já, 11. kafli og svo kemur alltaf gufuþrýstingurinn honum líka og fasabreytingarnar. Síðan það og svo var það 15. kafli sem svona kannski svolítið stór kafli og síðan fórum við þarna aðeins í 16. þar sem við verðum að tala sýrustig og rammasýrur og basar og svona. Þannig að hérna myndið þið vilja að ég færi gegnum eitthvað dæmi í 15. kafla eða við kannski bara í nokkuð góðum málum með svona þessa útreikninga, með þau gögn sem við erum með. Að sjá, ætla aðeins að kíkja á dæmi sem ég með hérna. Já. Það var alveg fínt að geta farið yfir bara mikilvægastu dæmin í, eða þú veist, eitthvað eitt sem kannski stærsta. Já, í hverju kafla þannig séð. Í 15. kafla. Já, það sem við vorum með í 15. Ég myndi svona velta fyrir mér 15. kaflanum. Þá auðvitað í fyrsta lagi það að það eru þessar jafnvægislíkingar og það eitthvað sem þið eru síðan alltaf að nota náttúrulega endalaust í hinum köflunum. Síðan var það náttúrulega þessi stærð jafnvægisfastans, þessar K, og þá var það spurning hvort það væri stærri eða minni en 1.
K er stærri en 1 eða K er minni en 1, hvað það var, svo við getum skoðað það. Svo vorum við náttúrulega með þennan hvarfkvóta, Q, það sem var að velta fyrir sér mun efnahvörf í jafnvægi, mun það ganga til hægri eða vinstri. Og síðan voru þessar dæmatýpur sem voru í rauninni 3. Sem sagt í fyrsta lagi, ef okkur er gefið upphafsstyrkir pluss 1 jafnvægisstyrkur. Í öðru lagi var það ef okkur er bara gefnir jafnvægisstyrkir. Í þessum tilfellum erum við rauninni að finna K og jafnvægisstyrki. Þú tekið eitt svona dæmi. Svo okkur gefnir jafnvægisstyrkir og á þá í rauninni bara að finna K. Þetta er svona einfaldasta dæmatýpan. Í þriðja lagi það sem sagt upphafsstyrkir pluss K. Og þá að finna jafnvægisstyrki. Þetta eru þessar 3 reikna aðferðir sem skipta og þessi sjálfur sér mestu máli svona fyrir kafla svo í framhaldinu. En jú, allar 3 skipta máli. Og svo erum við þá í 5, það var þá þetta Chatelier sem ég held að þið séum bara ágætlega með á hreinu. En varðandi að gera jafnvægisstyrkingu. Þá þurfum við að passa ykkur á því að við fáum efnahvarf. Og það sé ekki eins gott svo ég sé ekki alltaf bara að búa eitthvað til. Við finnum einhver dæmi í 15. kafla. Já, til dæmis dæmi þar sem við erum með NO, gas pluss O3 gas. NO2 og O2. Erum við bara með NO2. Er bara svona einfalt dæmi þar sem við erum bara með stuðulinn 1. Er hægt að biðja ykkur að gera KC, að skrifa bara upp jafnvægisstyrkinguna fyrir KC eða KP. Ef við erum með gas, þá getum við líka notað hlutþrýsting í staðinn fyrir styrk. Og þá þurfum við að passa ykkur hér og ég sjálf þarf að passa mig alltaf mjög vel. Að það alltaf myndefni fyrir ofanstri og hvarfefni fyrir neðan. Og auðvitað alltaf veldi ef það einhver stuðull. Að myndum við vera með þetta hvarf. Og ef það verður spyrt út í það, þá gas allstaða, þannig að þetta myndi vera einsleitt. Efnahvarfið. Og þá fer líka allt inn í jafnvægislíkinguna. KP hins vegar, þar erum við með hlutþrýstinginn af NO2 sem hlutþrýstingurinn af O2. Deilt með hlutþrýstingnum af NO og hlutþrýstingnum af O3. Mér hættir rosalega mikið til þess að ég að gera þetta, að setja samt hornklofa eins og fyrir styrk. En hornklofi fylgir auðvitað styrknum, en P fylgir því þegar við erum með þrýsting. Já, og annað sem var reyndar líka með jafnvægislíkinguna, að þá vorum við auðvitað líka með það að þið eru með þessa jöfnu, að það er samband á milli KP og KC, þar sem við erum með þetta. Og þarf maður að passa sig á því að auðvitað alveg sagt að biðja ykkur að finna KC ef KP gefur og þá verðum við bara einangra það í jöfnunni og færa þetta undir jafnamerki.
Hérna þurfum við náttúrulega að passa ykkur bara á því að ef þið fáið gráður Celsius, þá þurfum við að bæta við 273 og fá kelvingráður. Og hérna erum við alltaf að nota gasfastan fyrir atmosférur, sem 0,08206. Og við þurfum ekki að hafa ágjör af einingum, þegar það náttúrulega einhver einingar á þessu. Delta N, það var alltaf gasmól myndefni, sem eru hérna 2 mól, mínus gasmól af hvarfefni. Og hérna af því að við erum með jafnmörg mól báðum megin, þá delta N, og taka þetta út núna og þetta kunnið við náttúrulega bá. Já, hefur talað þið erum þarna ennþá. Ég er ekki að fara út af töflun eða það. Svo þetta hérna. Sjáu þetta alveg sæmilega. Það er svona alveg bara við endan. Já, einmitt. Þannig að þetta hérna O2, þetta er eitthvað aðeins hérna. Já, við sjáum bara O. Svona. Já, þetta svona. Já, ég gleymdi mér þetta aðeins. Þannig að hérna myndi þá vera að delta N er sama sem mólmyndefni mínus mól hvarfefni, en það er mjög mikilvægt að hafa í huga að það verða þó að vera gasmól. Þannig að ef þetta hérna væri til dæmis bara fastefni, þá myndum við ekki telja það með og segjast bara að vera með 1 mól af gasi. Þannig að hérna værum við bara með 2 minus 2 er sama sem 0. Þannig að þá myndum við fá sem sagt gildið af Kc, sinnum þetta hérna í 0. veldi, og ef það er 0. veldi þá þýðir það að þetta hérna verður bara 1. Og þá er Kp og Kc það sama, ef að þetta er 0. Það er að segja. Hérna vorum við með það, þegar við erum að tala hérna hvort það sé meira myndefnum eða hvarfefnum í jafnvægisblöndunni. Þá erum við að tala það að ef að K er sama sem segir bara 5 × 10 veldur 12, sem sagt eitthvað sem er miklu stærra heldur en 1, þá þýðir það að við erum með í jafnvægisblöndunni miklu meira af myndefnum. Að við erum alltaf með það að K er sama sem hvort sem við erum að tala styrk eða þrýsting, og erum alltaf að tala myndefni deilt með hvarfefni. Og ef við erum með einhverja mjög stóra tölu, þá þýðir það að við erum með meira af myndefnum. Ef við hins vegar værum með að K er sama sem 5 × 10 veldur mínus 12, sem er miklu minna heldur en 1, þá erum við að tala það að það sé miklu meira af hvarfefnum. En passi ykkur samt á því, þegar það er verið að tala stærðina á K, þá er ekki verið að segja hérna, ok, það er miklu meira af myndefnum og þess vegna verður eftir að ganga til hvarfefnum. Því það er verið að tala að jafnvægisblandan er þannig, að það er miklu meira myndefnum heldur en hvarfefnum. En við erum ekki að tala eins og í Q, blandan búin að ná jafnvægi í hvora áttina þarf hún að ganga. Heldur erum við með jafnvægi, en blandan er bara svona. Þannig að hérna væri þarna, ef það kæmi svona spurning, þá myndum við segja miklu meira myndefnum, að það er meira fyrir ofan strik. En ef það kemur svo í viðbót, þess vegna þarf hvarfið að ganga til hvarfefna, þá myndum við væntanlega þurfa að draga eitthvað aðeins frá. Því það væri þá að sýna þið, áttu ykkur ekki á að jafnvægisblandan, hún breytist ekki. Þannig að þið hafið það í huga. Svo þegar okkur er gefið eitthvað dæmi, eins og þetta með hvarfkvóta, að þá er það þannig að þið fáum bara að gefa sér eitthvað stig, eins og við værum að tala þessi efni, að þið fáum að gefa sér eitthvað styrk af öllum efnunum eða eitthvað hlutþrýsting og þið setjið það inn í jafnvægislíkinguna og sjáið hvort að þið fáið það að það sé sama og K sem er gefið. Sjá
Þetta bara út. Hér. Að hérna fáið ef við verðum með þetta efnahvarf, þá erum við náttúrulega bara með NO2 og ég fer nú alltaf í að gera styrk til að láta ykkur ekki bregða ef það birtist hérna þrýstingur. O3. Að ef það búið að gefa okkur að K sé sama sem 2,5 og svo okkur gefin eitthvað styrkur fyrir öll þessi hérna efni. Segjum bara okkur sé gefið að á ákveðnum tímapunkti eru þetta hérna 0,5 mólar styrkur, 0,7 mólar, 1,2 mólar og 0,7 líka. Hérna ég bara að búa til einhverjum tölur. Að þá setjum það beint inn í, hérna því með styrk, þá setjum sé hér, setjum inn í þessi gildi sem eru gefin, sem þá 1,2 sinnum 0,7, deilt með 0,5 og deilt með 0,7. Styttist þetta auðvitað bara hvert út á móti öðru að þetta sami styrkurinn. Þannig ég fæ hérna rauninni 1,2 deilt með 0,5. Hérna fæ ég, já þetta svolítið fyndið, þetta alltaf hrein tilvíðing. En ég fæ hérna 2,4 út. Það þýðir það að Q 2,4 að það þá aðeins minna heldur en K. Það þýðir í fyrsta lagi að hvarfið ekki jafnvægi, þetta alltaf þegar þetta ekki það sama. Ég legg alltaf mikla áherslu á því að það alltaf verið dregið frá því að prófa ef að fólk segir tekur það ekki fram. Jafnvel þó manni finnst það að vera bara mjög augljóst að þetta ekki sama gildið og maður ætlar að láta einhverja breytingu eiga sér stað til þess að ná jafnvægi. En þá myndið líka segja, ef það er of lítið, þá þýðir það að það er of mikið af hvarfefnum, það er of mikið af efni fyrir neðan strik. Þannig að efnahvarfið þarf að ganga í áttina til myndefna, þangað til að þetta jafnvægi gefur, eða þessi jafnvægi gefur 2,5 sem er jafnvægisfasta. Þannig að þið myndu skýra það bara að of mikið af hvarfefnum fyrir neðan strik í jafnvægislíkingunni og þar af leiðandi þarf efnahvarfið að ganga til myndefna, þangað til að jafnvægi náð. Þannig að hérna erum við að tala það þegar við erum að tala hvarf kvóta, að efnahvarfið þurfa að ná jafnvægi, eða við hins vegar erum bara að skoða gildið á K, þá erum við að velta fyrir okkur, er mikið af myndefnum í jafnvægi, eða mikið af hvarfefnum í jafnvægi. Já, mér dettur ekki meiri hug með þetta. Svo það náttúrulega bara þessi dæmi þarna með þessar 3 dæmatýpur. Ragnheiður. Já. Ég var að fara yfir hertið í 15. kafla. Já. Ég sá eitt dæmi sem var í A, það stendur H2 plus Br2 sem er hvarfefni og svo var bara gefið upphafsstyrkurinn og svo líka jafnvægisstyrkurinn á hvarfefna. Já, ok, tökum það. Ég líst vel á það dæmi. Þannig að þess að H2 plus Br2 verða 2 HBr væntanlega. Já. Ok. Það þá H2 plus Br2 og svo kemur 2 HBr. Og þá erum við alltaf að fá hvað í upphafi hver breytingin. Ég ætla þá bara að stroka út þetta, þegar við erum þá að taka þessa typu núna og jafnvægi. Eru gefnir styrkir eða þrýstingar eða þarf að reikna það út í byrjun, eða allir byrjun? Við vorum með massi sem við þurftum að breyta. Ok, þannig að við erum með hver þá massin af vetni? Það var 1,374 grám og hver massin af bróm? 70,31 grám. 70,31.
Gramm, já. Og hvert rúmmálið? Rúmmáli 2,0 litra. 2,0 lítrar og hver var síðan upplýsingar eitthvað eftirefnahvarf? Svo var eitthvað við jafnvægi var 0,566 grömm af H2. Af H2? Já, við jafnvægi. Þannig að þetta var H2 í upphafi, þetta bró í upphafi og þetta H2 í jafnvægi. Já. Ok, það sem við gerum af því að núna erum við með við erum með það að við þurfum að finna mólstyrk. Þannig við þurfum að byrja því fyrir allar þessar tölur í fyrsta lagi að finna mólin af vetni sem og náttúrulega þessu öllu að mól massi deilt með mólmassi og að styrkur, að við þurfum að fá þetta á mólstyrkformi, mól deilt með rúmmál. Þannig að þessar tvær jöfnur þarf að nota og við erum með fyrir þá vetni, þá erum við með það að mólmassin bara 2 sinnum 1,01, þannig að það 2,02 grömm á mól og mólmassi fyrir bróm sama sem, og er ég með myndarlegasta notukerfið. Það sem við erum með að bróm 79,90, 2 sinnum 79,90 og þið passið ykkur náttúrulega á því að við erum með 2 BR2 þar að það 2 sinnum. Þetta 2 sinnum 79,9 sem gefur okkur 159,80 grömm á mól. Þannig að það sem ég gerir ég má bara svona vaða upp höfluna að í upphafi, H2 í upphafi, þá erum við með það að massi, ekki massi heldur mól, sem var þá massi deilt með mólmassi, eru 1,374 grömm deilt með 2,02 grömm á mól. Þannig að þetta 1,374 deilt með 2,02 og það gefur 0,680 mól. En síðan náttúrulega þarf ég líka að vita hver þá styrkurinn sem mól á rúmmál. Og þá tek ég þessi mól, 680, og deili með rúmmálinu sem gefið í dæminu. Það svolítið algeng villa að fólk setji bara mólin beint en gleymi í rauninni að breyta í mólstyrk. Þetta það mólstyrkurinn 340. Síðan getum við sagt að í upphafi fyrir bróm, þá erum við með að mólin sama sem 17,31 gramm deilt með 159,80 grömm á mól, 17,31, 159, og nú ef ég að gera einhverja klaufavillu þá getur allavega verið með þá hreinu að aðferðin þó rétt. 1,08 mól og sé væri þá sama sem þessi mól, 1,08 og saman að það deilt þessu sömu 2 lítrum, af því þetta auðvitað allt í sama ílátinu. Og fáum við þá út og þetta má þá fara hér, 0,0542 mólar. Og í rauninni ég náttúrulega bara með 2 marktaka þannig að þetta má bara vera 0,34 og þetta þá 0,054. En það hafa samt þetta núl því ég fyrir að draga frá. Að því síðan erum við með jafnvægi. Það alltaf þannig í þessum dæmum og okkur gefinn einn jafnvægisstyrkur. Hvort sem hann fyrir vetni, bróm
eða myndefnið sem að upphafsstyrkurinn 0 fyrir. Hérna það þá gefið fyrir H2, þannig að mólin hérna eru þá þessi grömm, það það sem var eftir í lok efnahvarsins, þegar jafnvægi náð, deilt með 2,02. 0,566 deilt með 2,02. Það gefur 0,280, þetta eru farin úr 680 til 280. Og síðan fáið þá, þetta náttúrulega upphafsstyrkur, hérna að fá jafnvægisstyrk. Og það þá 0,280 mól og það deilt með 2 lítrum. Mér fannst þetta í öllum dæminum þarna sem ég var að reikna í þessu prófi í gær. Að við þyrftum að það veri alltaf gefin mól og það þyrfti að finna mólstyrk. Hverju dæminu á fætur öðru. Já, þetta eitthvað grunsamlegt. Ef ég fæ hérna 0,440 mólar. Sko, það stendur eitthvað í leysnum sem þú gerðir en á enni að BR2 0,220. Það verður eiginlega að vera það. En var það samt 17,31 grám? 70, ekki 17. Heldur hvað segirðu? 70. 70,31. Heyrðu, afstækið þetta. Það gefur okkur svo betur fyrir þá aðeins heppilegra, já. 70,31 deilt með 159,8. Þannig að þá fáum við út 0,43998 eitthvað sem að fer svo bara áfram hingað, deilt með 2 og þá kemur hérna 0,299. Þannig að, já, mér leist nú mjög illa á þetta fyrir að fara að draga stærri tölur frá 220 mólar. Og hérna fengum við að í jafnvægi erum við með 0,140 mólar hér. Og það sem að við gerum í þessum dæmum að maður þarf að hafa í huga að ef við værum með x, þá þetta hérna í rauninni -6 plus 2x. Að það sem þetta eyðast H2 og BR2 einn á móti einum til þess að mynda 2 mól eða 2 mólar af HBr. Og hérna verið að gefa okkur í rauninni hvert x-ið Af því að þetta bara þá munurinn, ef ég byrja með þetta og enda með þetta, þá hérna það sem að þurft að draga frá, þá auðvitað bara mismunurinn, sem að hérna, ekki bara 0,200? Jú. Þannig að þetta í rauninni hérna x-ið sem að þarf að ganga í gegn allstaðar. Þannig að þá segir við líka, ef það eyðist 0,200 af þessu, þá þarf líka að eyðast 0,200 af þessu. Þannig að þessi x-ið breytingin, hún alltaf í samræmi við efnahvarfs, stuðlan í efnahvarfinu. Og af því að við erum þessar 2 hér, þá það plús, af þetta myndefni, og það 2 sinnum 0,200. Þannig að hérna fáum við þá að hér bara ákvæmst 0,020 og hérna erum við með 0,400. Þannig að svona þessi dæmi gerð að þið notið einn mismuninn til þess að finna hvert x-ið og x-ið þá í þessu dæmi 0,200. Við þurfum ekkert að vera að skrifa það neitt til hliðar. En passið ykkur þá að núna skipta stuðlarnir máli. Og ef að þetta hérna hefði verið 2 og þið fáið hérna mínus 0,200, þá myndi x náttúrulega vera sama sem, þá væri það rauninni 2 sinnum mínus 0,100, að x-ið væri þá það. Ef að það sem við fáið gefast ekki sem sagt við stuðunin 1, eins og til dæmis hérna. Hérna hefðu þið fengið að breytingin verið 0,400
En við erum með stöðulinn 2, þannig að það er tvisvar sinnum 0,200. Og svo þá x-ið bara gegnum gangandi. Og síðan alltaf, þá þið komin með, þetta þá þessir jafnvægisstyrkir. Og að lokum myndið þá finna að gildið á K-sé og þá setjið bara inn í jafnvægislíkinguna. Og það styrkurinn af HBr í öðru, deilt með styrknum af H2, deilt með styrknum af Br2 og hérna erum við alltaf bara að tala jafnvægisstyrkina. Það það sem að jafnvægislíkingin í rauninni notar til að finna K og þá setjum við hérna inn 0,400 í öðru 0,140 sinnum 0,020. Og það sem að ég lenda oftast í, sem sagt, verandi utan við mig, það að þegar ég með þetta á hreinu, það 2 hér, svo því ég skrifa töldarinn það á við það til að gleyma að setja veldið. Þannig að passi ykkur að þau fylgi. Deilt með 0,14, deilt með 0,02. Þannig að það kemur væntanlega 57 út úr dæmi. Allavega það aðferðin rétt. Þetta var þessi dæmi. Svo náttúrulega geta komið þannig næsta sem að næsta típ af dæmum svo að þið fáið bara efnahvarf og ykkur sagt að jafnvægisstyrkirnir eru þessir. Þannig að bara jafnvægisstyrkir eru gefnir. Finnið K-sé. Og þá náttúrulega dæmið, í staðinn fyrir að hafa þurft að fara í gegnum þetta sem við gerðum áðan að finna allar þessar upplýsingar og finna hvert x-ið og það allt, þá takið þið bara þetta beint og setið inn í jafnvægislíkinguna og fáið þetta. Í þessu mest hættan af því að fólk lesi ekki nógu vel að það sé verið að gefa jafnvægisupplýsingar. Og fara líka þetta sem upphafsstyrki og sér eitthvað x og allt það. Þannig að það borgar sig að lesa vel hvað verið að spyrja Því þetta náttúrulega þau dæmi sem að í þessum flokki sem að eru auðveldust eða taka minnstan tíma að reikna. Og auðvitað væri líka hægt að segja gefa jafnvægisstyrkir á þannig að þið fenguð massa af öllum efnunum í jafnvægi og þyrftu þá að finna mólmassa og styrk. En allavega passi ykkur að það tekið sérstaklega fram ef þetta jafnvægið. Nú og svo í þriðja lagi, þriðja típan af dæmunum ef við erum áfram með þetta efnahvarf, en nú okkur gefið að K-sé sé 57. Og okkur gefin upphafsstyrkurinn af H2 og Br2. Og var þetta ekki var þetta ekki 340. Vorum við með 0, var það ekki 220. Ef ég að nota sama á það. Og erum við með 0. Já, kannski óþarf að taka þetta út. Við erum með þá þetta, HBr í öðru, að kemur það bara mínus x plus 2x. Og í þessu dæmum náttúrulega ekki gefnar neinar upplýsingar stærðin af þessu, heldur ykkur gefin jafnvægisfastinn og upphafsstyrkir. Fyrir hvarfefni og síðan þá 0 fyrir myndefni. Svo passi ykkur bara, núna það x-ið, nema þurfum við að passa ykkur einmitt að það eru 2 hér
þannig að krús 2x mínus x og mínus x. Þannig að hérna fáið þá 0,340 mínus x, 0,220 mínus x og hérna 2x. Og hérna erum við þá komið með þetta eins og áðan. Hérna byrjum þá að segja að núna þurfum við að finna hvert á x-i. Það hérna fundið með því að setja inn í jafnvægislíkinguna þessa jafnvægisstyrki sem eru þá 2x í öðru deilt með 0,340 mínus x og 0,220 mínus x og það sama sem 57. Svo býst ég við því að það sé nú ekkert á því að græða að ég fari í gegnum að leysa jöfnuna. Að margfalda upp úr þessu, flytja þetta yfir sviga og finna út. En vissulega ef ég tek þetta örlítið lengra, þá erum við með það að 4x í öðru, þegar við margfaldið upp úr þessu, sama sem 57 sinnum og svo náttúrulega erum við þá með þessa hérna 2. 0,220 mínus x. Svo þið fáið út úr þessu annarra gráðu jöfnu. Þannig þið endir bara með það að ax í öðru plús bx plús c sama sem 0. Finnið náttúrulega x út frá þessari mínus b plús mínus kvadratrótin af, b í öðru mínus 4 sinnum a sinnum c deilt með 2a og út úr þessu dæmi fengjum við nú ég veit ekki hverja tölur þar eru, en út frá þessum reikningum okkar áðan, þá myndum við nú væntanlega fá að annað gildið fyrir x er 0,200. Og svo bara hitt mínustalan eða of stórt, of hátt skulum við segja. Og þið sjáið að það of hátt ef ég fengi til dæmis að það 0,550 og ég get ekki sagt 0,340 mínus 0,550 að ég fæ ekkert mínustig. Þannig að það á alltaf að vera alveg ljóst hvaða x það sem að gildir. Og þá í þessum dæmum, að þið eru með þetta, þá alltaf bara þessu beðið í lokin að gefa hver þá jafnvægisstyrkurinn fyrir H2. Og þá eru þið með jöfnurnar hér, 0,340 mínus x eða 0,340 mínus 0,200 sem þá 0,140. BR2 0,220 mínus 0,200 sem var sama sem 0,020 mólar og að styrkurinn af HBr við jafnvægi sama tvisvarsinnum x eða tvisvarsinnum 0,200 eða 0,400 mólar. Þannig að þetta loka svarið sem maður vill fá út úr þessari tegundadæmi. Þetta þessar 3 tegundir af jafnvægislíkingum eða þessar útreikningum út frá svona dæmum, þar sem við nota með upphaf breytingu jafnvægi. Fyrsta sem við fórum í gegnum var okkur gefin upphafsstyrkir og síðan einn jafnvægisstyrkur. Þið þurftu að finna þá breytinguna og jafnvægisfestan. Síðan var okkur bara gefin jafnvægis upplýsingar og þið gátu bara stungið því beint inn í jöfnuna og fundið KC eða KP. Og síðast þetta hér og þetta alltaf það sem okkur þykir alltaf mikilvægast. Og það það að við vitum bara gildið af K, vitum upp á styrkina og eigum þá að finna út hverjir eru þá styrkirnir eða þrýstingarnir í jafnvægi. Já, þetta
þetta nógu hlýli með þetta, þessa útreikninga? Svo þetta eitthvað fyrirspurn. Já, hérna verður að spyrja eitthvað dæmi 2 í jólaprófi 2017. D2. Og hvort að efnið í dæmum 1-4 til prófs. Þú þarf rétt að tékka á því hvað það er. Má ég sjá. Próf 2017. Já, nei, það er náttúrulega ekki, hérna við erum ekki, það er 10. kaflinn. Nei, það er 2017, þá byrjum við bara dæmi 5. Hitt er 10. kaflinn sem við vorum að kenna þá. Það er náttúrulega gallið við það þegar maður er að breyta röðinni á efni, að þá vissulega er eitthvað sem er ekki til staðar. Þannig að dæmi 1-4 er ekki til prófs, en þú sjá afganginn. Ragnheiður. Já. Með kafli 15c. Já. Getur þetta ekki bara, þú veist, dæmi hitastig og rúmmál, bara það? 15c, já. Ég skal gera það. Já, bara rúmmál. Bara hitastig og rúmmál. Já. Finnum bara eitthvað dæmi hérna. Það er sem sagt lýsjatúlíi. Sjá. Svona. Svona setja. Ekki þannig. Finna hérna eitthvað dæmi sem ég sá hérna á einhverju skjali. Já, hérna er okkur gefið dæmi, það sem við erum með, þetta er sama dæmi en ég notaði áðan. Eða hvað? Þetta hérna, kannski er ég bara að bulla með það, er NO2. Og 2. Og hér er okkur gefið að delta H er sama sem -56 kilósúr. Hérna er okkur þá, getur sagt já, segja bara rúmmál, eykst. Rúmmál minnkar, hitastig eykst, hitastig lækkar. Ef við tökum að tala um það bara að maður gleymir sér stundum hérna í þessu öllu saman og þetta er bara hitastig hækkar. Og hérna erum við þá að skoða töfluna þar sem við erum að tala um stefnan fargs. Já, ég kannski ekki velja gott dæmi hérna því ég hugsa til þess að því að við vildum kannski vera með mismörg mól. Þar vegna myndefnamegin. Þannig að ég ætla að fá að breyta efnahvarfinu en höldum samt Ég geri bara efnahvarfið sem ég nota svo oft áður, bara N2 pluss 3H2 gefur okkur 2NH3. Þetta er sem sagt framleiðsla ammóníaks og ég meina við segjum bara að delta H sé þetta gildi fyrir þetta hvarf. Af því að þetta er alltaf bara spurning æfinguna. Og hérna vorum við þá með að það er þá stefna,
hvarfs og þá eru það síðan styrkirnir N2, H2 og NH3. Og að lokum hérna hvort að jafnvægiskrafturinn breytist eða ekki. Hérna í þessum dæmum þá mæli ég með því þegar við erum að fáið jöfnuna að byrja á því að gera svona þessa forvinnu að athuga það sé örugglega allt á gasformi eða allt AQ ef að það er sem sagt laust og að taka saman að hérna erum við með 1 + 3 eða 4 gasmól. Hérna erum við með 2 gasmól. Þannig að við vitum það að við erum með minna gasi hér og að því að við erum með mínusmerki á delta H, þá var þetta útverð með efnahvarf. Þannig að við getum sagt að ég tek þetta bara út og segi bara að það losnar orka. Ef það verið plúsorka hér, þá myndum við setja orku hérna megin. Og síðan var það hérna sem að ég þegar ég er að tala þrýstingsbreytingar, þá er ég þegar að tala þetta að rúmmál aukist. Þannig að við erum með eitthvað rúmmál, það eykst, það þýðir það að þrýstingur minnkar. Og það sem að ég kenndi ykkur var það að við skoðum í hvaða átt fer efnahvarfið og stillum síðan eftir því hvort að þrýstingur er að hækka eða lækka. En þá var ég náttúrulega eftir þessa rúmmálsstækkun eða þrýstingsminnkun. En í svona dæmum er hins vegar yfirleitt sagt að ef að þrýstingur minnkar, þá þýðir það bara að það minnkar þrýstingurinn eða styrkurinn, því að þrýstingur minnkar og það er þá sama styrkur minnkar. Það eru bara færri mól á rúmmálseiningu. Að það er í rauninni alveg rétt að segja, miðað við það sem var þegar hvarfið var í jafnvægi, svo stækkar rúmmálið og þrýstingur eða styrkur minnkar, þá minnkar styrkur allra efnanna. En svo náttúrulega fer efnahvarfið að reyna að lagfæra breytinguna og þá náttúrulega fara þau gengur efnahvarfið í aðra hvora áttina. En ég gef rétt hvort fyrir hvort tveggja, hvort sem við bara gerum þetta, bara lækkar alls staðar, eða þá að hvað gerist eftir að efnahvarfið fer að lagfæra sig. Stefna hins vegar að ef að þrýstingur minnkar, þá fer efnahvarfið þá átt að auka þrýstinginn. Þannig að það fer í áttina að fleiri mólum, til þess að séu fleiri mól á lítra. Það þýðir það að efnahvarfið gengur til hvarfefna og hérna myndi ég hafa sagt að þá minnkar það hér en hækkar hér. Og þetta hérna er líka alveg rétt. Og að ef það er þrýstingsbreyting, þá er hérna K óbreytt. Þannig að það breytist ekki nema við séum að tala hitastigsbreytingar. Nú, ef við erum þá að gera akkurat að rúmmál minnkar, sem þýðir það að við erum að auka þrýsting og auka styrk. Þá er það sem sagt þrýstingur eykst og styrkur eykst. Hérna erum við að fara úr einhver stóru rúmmáli lítið og erum það auðvitað bara að þjappa saman. Og hérna getum við sagt líka að hann eykst þá að það verða öll efnin, hvort sem eru myndefni af hvarfefnum, fyrir þessar breytingu. Að þrýstingur aukist og styrkur aukist. Og þá erum við komin við það að efnahvarfið reynir að minnka styrkinn og þrýstinginn. Þannig að það fer þá frá fleiri mólum til færri móla. Þannig að það myndi ganga til myndefna í þessa hérna átt
Og þá hefði ég sagt sem sagt, minna, maður sjá, ég ekki eitthvað að það eru 2 myndefni hérna, þannig hérna þetta, ef það gengur þess átt, þá eru þessar örvar saman, N2 og H2, eru náttúrulega myndefni, með hvarvetnir og hérna myndefni. Hérna myndum við þá vera með að efnahvarf gengur þess átt, þannig að styrkur hvarvetna myndi minnka en aukast eins og hér og þetta hérna óbreytt. Svo það hitastigið og þó að sú hugsun sé svona aðeins flóknari þegar nú erum við farin að tala að K breytist, þá bara að átta sig á í hvaða átt efnahvarfið gengur, þá eru við komin með allt í hendurnar sem við þurfum. Hérna erum við að tala að hitastigið hækki. Þannig þá erum við með að orkan hér upp og við vitum að þetta virkar þá bara alveg eins og þetta sé hvert annað myndefni. Þannig ef við erum að fá aukinn varma eða orku inn í kerfið, þá reynir kerfið að minnka orkuna með því að ganga bara í áttina frá þessari orkuhækkun. Af því ef efnahvarf gengur þess átt og það losnar orka, þá náttúrulega með því að ganga tilbaka þá minnkar það, að þetta kostar orku að fara hingað. En þið getur hugsað þetta alveg svo ég hefði aukið styrkina NH3, þá myndi efnahvarfið gangi þess átt til þess að minnka hans styrk. Þannig að þegar við erum með orku, þá skulum við bara hugsa þegar við erum að finna út áttina sem við erum að fara í. Langbest að hugsa bara þetta eins og bara myndefni. Eða hvarfefni eða væri þarna með. Og þá myndi hvarfið ganga í þessa átt til þess að reyna að minnka orkuna. Og þá getur maður séð ef það gengur þessa, þá hlýtur þetta minnka. En þetta hvarfefnin, styrkur þeirra eykst. Og svo var ég búin að segja ykkur sem sagt að það sem sagt alltaf fyrir alltaf í sömu átt fyrir myndefni og jafnvægisfastan. En skýringin náttúrulega svo að við erum með jafnvægislíkinguna KC, þar sem við erum með myndefni fyrir ofanstrik og hvarfefni fyrir neðanstrik. Og ef að styrkurinn á myndefnum að minnka, það sem fyrir ofanstrik minnkar og það sem fyrir neðanstrik hækkar, þá minnkar jafnvægisfastan. Því hann auðvitað bara, útkoman á honum bara háð styrknum af þessum efnum. Þannig að það alltaf, maður getur alltaf sýnt jafnvægislíkingunni af hverju lækkar KC í þessu tilfelli. Og svo í síðasta tilfellinu var að ef að hitastig lækkar, þá myndum við segja að það verið að minnka, það verið að kæla kerfið og það reynir þá að vinna mótið þessari kólnun eða orkulækkun með því að ganga í þá átt sem að gefur frá sér orku. Þannig að það losnar orka, efnahvarfið gengur þessa átt og þá það að ganga frá hvarfefnum, þannig að styrkur þeirra minnkar, styrkur myndefnis eykst og passi ykkur allavega alltaf á því að örvarnar snúi eins fyrir myndefni og hitastig. Ef að þið eru sem sagt eitthvað í vafa. En þá erum við náttúrulega með nákvæmlega sömu skýringuna að ef að myndefnið eykst og hvarfefnið minnkar, þá erum við að deila minni tölu í stærri tölu. Að þá eykst KC. Þannig að þetta og ef að orkan væri hérna megin, þá gerist nákvæmlega sama. Bara ef hún hækkar, þá fer efnahvarfið þess átt, ef hún lækkar, þá fer efnahvarfið þess átt. Þannig að þið getið alltaf bara hugsað þetta eins og þetta sé eitt af efnunum í kerfinu. Þá þetta komið. Hvað dettur ykkur í hug meira? Þetta var sem sagt 15.7. Þannig að við erum kannski vissulega búin að fara í gegnum svona allt í 15. kafla svona gróflega kannski. Svo var það náttúrulega vorum við komin þarna í 16. kafla. Það spurði hvort ykkur dugi þarna, þá það auðvitað að finna sem sagt
ef að þið eru með sýru, hver þá tilsvarandi basi og basi tilsvarandi sýra og sýrustig og allt þetta. Og síðan erum við með hvað var meira? Já, pH, pOH, styrka, H+ og öllu því. En kannski eru þið með ágætlega mikið efni í því samt sem áður. Er eitthvað spurning sem ykkur dettur í hug? Sjá. Það er allavega, við höfum 40 mínútur eftir ef að við viljum nýta. En ég skil líka vel að þið vilja kannski bara fara að læra. Í gátustöðum, þá stendur að maður eigi að þekkja og geta skilgreint jónamargfeldi vatns. Já. Hvað er það? Það er, sem sagt, sjá. Það voru þetta 16. kafla. Það er í rauninni að við 25 gráður sem að við erum nú yfirleitt að tala þegar við erum með þessar sýrur og basa, að þá erum við með það að jafnvægisfastinn fyrir vatn heitir í rauninni KV og hann er sama sem styrkurinn af H+ sinnum styrkurinn af OH- sem er 1,0 sem er 10 veldinu mínus 14. Þetta er í rauninni, hvað segir það hafi verið kallað? Jónamargfeldi vatns. Jónamargfeldi vatns. Já, þetta sé ekki, þetta er að margfalda saman þessar jónir. Hann heitir svo mörgum vatn, þetta heitir klofnunarfasti vatn sem þetta hafi verið kallað. Og jónamargfeldi. En það er einfaldlega það að þegar við erum með efnahvarfið að 2H2O, liquid, að það klofnar alltaf að einhverju leyti upp í H3O+, plus OH-. Og náttúrulega sér maður það að ef við erum að gera jafnvægisbyggingu fyrir þetta hvarf, þá er þetta liquid, þannig að það kemur ekki inn. Þannig að við getum bara sagt H3O+ sinnum OH- og það er gefið að þetta sé 1,0 sinnum 10 veldinu mínus 14. Og það er þá við 25 gráður, það er þá það breytist náttúrulega eftir því, bara eins og Le Chatelier segir eftir breyttu hitastigi. En þetta er væntanlega, það væri bara nóg að skrifa upp efnahvarfið og hafa í huga að við lítum svo á að H+ er sama sem H3O+, að þetta er bara svona einföldun á þessu hér. Þannig að það er alveg sama hvort að þið notið. Við erum bara með þetta tvöfaldbox sem stendur þetta bara fyrir water eða vatn og við getum bara sagt það að styrkur H3O+ og OH- jóna að margfaldi þeirra er þessi hérna. Ég get ekki ímyndað mér að það sé hægt að segja eitthvað mikið meira um það. Er eitthvað meira þarna í 16. Við vorum alltaf með þessar jöfnur sem að ágætt að hafa í huga. Við erum með þá þessa jöfnu. H+ OH- er sama sem 1,0 sem er 10 veldinu mínus 14. Svo vorum við alltaf með það líka að pH+ pOH er sama sem þá 14. Ef það er bara tekið mínuslógrinn af þessu öllu. pH er sama sem mínuslógrinn af styrknum af H+. pOH er sama sem mínuslógrinn af OH-.
Og síðan vorum við með þetta að styrkurinn af H+, við getum alltaf fundið hann út frá 10 veldinu mínus pH og styrkurinn af OH- er þá 10 í veldinu mínus pOH. Og þessar hérna jöfnur eru á jöfnublöðunum ykkar og þetta náttúrulega síðan hérna eitthvað sem er þá bara innvers, ef þið eru með þessa jöfnu þá væntanlega eigið að geta fundið hina, hvernig þið finnið þá H+ eða OH-, annars leggið það bara á minni. En sem sagt í þessum dæmum, það sem við erum að tala að ykkur kannski gefið pH-gildi og þið eigið að finna OH-, eða þetta dæmi þar sem að þið eru með pH og þið eigið að finna pOH, OH- og H+, að þið náttúrulega getið alltaf bara að nota þessar jöfnur og alltaf bara fundið í rauninu alltaf öll gildin út frá einu gildi. Og það væntanlega svona meira spurning æfingu að reikna svoleiðis dæmi. Svo náttúrulega í sambandi við þessar römmusýrur, römmbasa sem að við fórum auðvitað í þarna bara alveg í blálokin. Að hafa það þá á hreinu með þá að þetta eru efni sem að klofna 100% í vatni. Þannig að ef við fáum gefins styrk af HCl, að styrkur HCl sé 2 mólar, þá þýðir það að við erum með sýruna, hún klofnar 100% í jónir sem að það þá H+ plus Cl-. Þannig að við erum í rauninni með 2 mólar styrk af þessum jónum. Hérna segjum við sem sagt, ef við erum með svona lausn, þá náttúrulega segjum við að við erum með 2 mólar HCl. En auðvitað náttúrulega ekki eitt einasta mól af HCl í þessari flösku. En við segjum samt sem áður að styrkur sýrunar sé 2 mólar. En þegar þið farið að vinna með styrkina, þá getur alltaf gengið út frá því að styrkurinn af HCl sem gefinn sem sagt sama styrkurinn af H+. Þannig ef þið fáið bara gefið styrk af HCl eða natriumhydróxíði sem rammur basi, að þá getur alltaf gengið út frá því að styrkurinn af HCl sama H+, styrkurinn af natriumhydróxíði sama sem styrkurinn af OH-. Þannig að það svo ágætt að hafa þetta í huga þegar þið eruð að reikna dæmi með svona römmum sýrum og römmum bösum. Og þið getið aldrei gengið út frá því að þegar við erum ekki byrjuð að tala daufa sýrur, ekki nema bara í þessum dæmum þar sem við vorum að tala eins og var væntanlega á prófinu, þar sem við áttum 2019. Sjá, það. Þetta var ekki til prófs. Já, þar sem að við vorum með þetta dæmi 10/2019 að þið eru með HNO2 plus Cl- og eruð að finna út í rauninni hvort af þessu sýra á basi í fyrsta lagi. Í öðru lagi hvað það sem myndast hérna megin. Og þá það alltaf þannig að annað efni hér sýra og hitt basi. Og það sem að basi efni sem tekur til sín H+, en sýra efni sem gefur frá sér H+. Og þá segjum okkur þetta getur ekki gefið frá sér H+, þetta bara tekið til sín. Þannig að þetta væri basi og þetta sýra. Og síðan myndið þið þá gera hin efnin NO3- og HCN. Og þá það alltaf þannig að þetta þá sýran og þetta þá tilsvarandi basi. 2, það svo þarf ekki að skrifa það. Þetta basi og þá þetta tilsvarandi
sýra og pörin sjálf, sýru-basapar, væri þá ekki alveg svona. Þetta hérna sýru-basapar og þetta hérna sýru-basapar eða basasýrupar eða hvernig sem það Þetta var, og muniði síðan eftir því ef það var spurt í hvora áttina þetta jafnvægi myndi liggja, hvort það liggur til myndefna eða hvarfefna. Svona rétt að rifja það upp að þá myndu þið fá að bera saman HNO2 og HCN, sem sagt HNO2 sem sýran hérna megin og HCN sem sýran hérna megin. Þannig að hérna þá spurning hvor væri hærra á lista á þessu skema. Sem að já, og það passa að láta það fylgja ef við þurfum á því að halda. Einmitt. Passaðu, hvað væri spurningin? Þá væri spurningin í þessu hér, ef það hefði verið bætt við, fyrstanlega var það náttúrulega bara að klára hvarfið og segja hvað sýra, hvað basi, tilsvarandi basi og sýru-basapör eða þannig. Síðan væri spurningin í hvora áttina liggur jafnvægið. Hvort liggur það til myndefna eða til hvarfefna. Og það liggur alltaf frá, ef þetta hérna rammari sýra, þá liggur það frá henni. Það spurning hvort að þetta sé yfir kjörið í þessum, ég ekki viss með síðan blaður, en hérna með munið eftir þessu skema. Þar sem við erum með að, svo bara spurning hvort þetta sé allt hérna. HCN og HNO2. Nei, þessar sýrur ekki einu sinni á þessum lista. Þannig að ef þið fengið þannig dæmi þá væri alltaf passað að þetta væri á einhverju lista sem þið hefðu þá. En þá alltaf þessi spurning að bera saman sýru báðum megin og svo var þá reglan svo að ef að þessi hérna væri ofar á þessum hérna lista þar sem að við vorum með að sýrur eru að verða rammari, ef þetta hérna ofar, þá þýðir það að hún rammari og efnahvarfið myndi alltaf liggja sem sagt frá rammari sýrunni. Þannig að þetta var svona einhver þumalputtaregla hérna í hvora áttina myndi efnahvarfið liggja. Það ágætt fyrir ykkur, ég myndi reikna dæmin þarna í dæmaheftinu úr 16. kafla, það ágætt að fara í gegnum þau. Að þegar ég hefði náttúrulega viljað að við hefðum getað varið meiri tíma í þau, en við náttúrulega tókum 15. kaflan nokkuð vel. Þannig að ég myndi alveg mæla með því að þið reiknuðu dæmið í dæmaheftinu og leituð á sýnudæmi og allt það. Og auðvitað á þetta svo sem við alla kaflana, ég veit að þið hafið ekki talað okkar tíma, þið getið farið að reikna í gegnum sem sagt allt. En ég held að 16. kafli, ég mæli með því, bara upp á það að fá svona smá æfingu. Eitthvað meira sem ykkur dettur í hug? Svo. Og svo skulið þið endilega, svo bara hafið samband í dag, ég verð svona fylgjast reglulega með Messenger eða sem sagt Teams, þannig að þið getur bara sendt mér spurningar þar ef það eitthvað sem að þið þurfið sem sagt að vita, að þá sendið mér spurningar í gegnum Teams. Og ég sem sagt svara því þá eins fljótt og ég get. Og ég verði kannski ekki við tölvuna allan daginn, þá reyni ég að vera sem mest að fylgjast með. Hvað segið þið? Eigum að segja þetta gott eða eitthvað sem þið viljið spyrja svona annað?
Það er alveg eftir hálftíma ef að þið viljið, en það eins og ég segi, það er ekkert harð ákveðið að þið þurfið eða við þurfum að vera allan tíman hérna. Sko, ég ekki með fleiri spurningar, eins og allavega. Nei, þá sendið þið mér bara á Teams spurningar. Ef allir eru sáttir, þá getum við bara hægt núna, en þið sendið mér spurningar. Og ef það kemur einhver spurning sem að svona svolítið, já, eitthvað sem að okkur, kannski mér finnst að við hefðum kannski þurft að rifja upp, þá myndi ég bara láta bekkinn vita. Hver bekkjarráðsmaður aftur? Katrín Ósk. Katrín Ósk. Það spurning, þægilegast ef maður myndi vilja koma einhver allan bekkinn, best að ég sendi bara tölvupósti gegnum Innu, eða væri hægt að biðja einhvern nemanda að koma því áleiðis á þá nemendur til þess að það fái þetta allir. Ég held að sé svolítið misjafnt hverju kíkja á e-mail, þannig að senda á einhvern nemanda sem sendir það á grúppuna hjá okkur á Facebook og alveg sniðugt. En e-mail líka eitthvað sem virkar, það bara kannski. Já, það misjafnt. Ég tekið eftir því. Það misjafnt hvað margir sjá það. Ég geri það þá fæ ég kannski senda á annarkvort Katrín Ósk eða kannski bara þig, Alisa. Já, þetta Signý. Þetta Signý? Já. Á ég að senda Signý? Já, ég get alveg skilaði bekkinn, það ekkert. Ég geri það. Allt fína. Þeir þá bara takk fyrir og ég vona að ykkur gangi bara mjög vel. Og ég ætla að stoppa þá upptökuna. Og þá vita svo sem bekkur líka því að þær geta að trúa á ykkur frá þér, Signý. Takk fyrir tíman. Já, takk fyrir. Bless.